Góðan daginn og verið velkomin í Akraneshöllina á leik Kára og Víðis í 3. deild karla. Auðun heiti ég og með mér í dag Björn Þór. Sæll og blessaður. Þú tókst hérna, ég ætla ekki að segja stutt viðtal en gott viðtal fyrir leik. Gott viðtal fyrir leik og við Alexander Aron Davosson, einn af þjálfurum Kára, og ég held að þetta er gott viðtal, en ég held að við förum bara og vindum okkur í það bara hér í upphafi útsendingar. Gerðu það bara. Fyrsta tímabili þínu hér hjá Akranesi, það svona hálfnað og ég ætla bara að spyrja þig hvernig hefur verið að koma inn í félagið og hvernig hafa þessi mánuði verið fyrir þig? Þessi mánuðir hafa verið frábærir, bara búið að vera, mér er vel tekið á móti, eftir að vel tekið á móti mér í þessu félagi og ganga fárlega vel og líka bara ógeðslega skemmtilegt fólk hérna í kringum félagið og þeir sem er að þjálfa með algjör toppmenn, þannig að þetta er búið að vera bara geggjað sko. Mér langar að heyra fyrirkomulagið hjá ykkur. Þú ert ráðinn inn sem þjálfari annar flokks og þið eru yfirleitt 3 á skýrslubæði hjá öðrum flokki og Kára, þú, Andri Júlíusson og Aron Ími Pétursson. Hvernig er fyrirkomulagið hjá ykkur? Eru þið allir þjálfarar liðsins eða hvernig skiptið þið með ykkur verkum? Já, við erum allir. Þetta er þannig að við erum eiginlega búin að gera kynslóðaskipti í Kára. Mikið annarflokksstrákum að spila. Við erum með þetta líka 6-7 annarflokksstráka í byrjunarliðinu hjá Kára sem er bara þannig konsept að þeir eru náttúrulega bara að spila fullorðsmanna fótbolta. Og náttúrulega við erum búin að standa sig gríðarlega vel í sumar en það sést á töflunni og þetta eru líka strákar sem eru bara tilbúnir að spila í þessari deild, bara sýna sig og þá fá þeir líka krefjandi verkefni. Við komumst upp í A-deild líka í öðrum flokki, þannig að við erum með mjög góð og krefjandi verkefni fyrir alla strákarna í öðrum flokki og við erum með reynda og mjög góða leikmenn í Kára-liðinu sem hjálpar ungu leikmennum að taka framförum og meiri þroska og þetta er bara eins og ég segi, blandan í Kára-liðinu núna er frábær sko. En hvernig skiptið þið með ykkur verkum? Við 3. Við erum náttúrulega getum unnið vel saman og erum allir með svipar hugmyndir hvernig við viljum spila fótbolta og hvernig við viljum gera, eða hvernig við viljum þjálfa. Þannig að það tók þessi 2-3 mánuði svona að fínpósa okkur saman og í dag er þetta bara frábær samstarf. Við erum allir á sömu línu hvernig við viljum gera þetta og Andri og Aron Ími er búin að vera frábærir í því koma mér inn í hlutina hvernig þetta er. Því þú tekur aldrei skagan úr skaganum, þannig að við náðum að fínpúsa þetta aðeins og í dag finnst mér við vera að spila eitt skemmtilegasta fótboltann í neðri deildunum. Já, þið eru, þú talaði um það, þið eru með mjög ungt lið og það hefur verið kynslóðaskipti í Kára. Þegar ég talaði við Jón Þór þegar hann tók við í þá lagði hann mikla áherslu á að hann vildi styrkja Kára, brúa þetta bil á milli annar flokks og síðan meistaraflokks í og það er þá væntanlega það sem þið eru að byggja á hér. Fókusin er á það að veita þessum ungu strákum tækifæri. Já, klálega, og Jón Þór líka bara stór partur af þessu að vera í kringum þetta og tala þetta vel upp og er bara geggjaður í kringum okkur og veit út af hvað þetta snýst og auðvitað hendar það okkur ótrúlega vel og allt félag er að fara sömu átt. Það skiptir ótrúlega miklu máli og líka bara eins og við höfum talað fyrir því, segjum bara fyrir aðra deild, þá er þetta ennþá betra verkefni fyrir þessa stráka og síðan bara eins og við höfum alltaf talað vonandi bara skiljum við nokkrum inn í meistaraflokk eins og núna, ég meina Guffi og hann Hilmar Eli eru að spila hlutverk í Skagaliðinu í dag og þeir voru með Kára í fyrra. Þannig að einhvað er félagið að gera rétt í því að skila leikmönnum upp. Þið eru eins og segir með mjög ungt lið og það eru 6-7 byrjunarliðsmenn sem eru í öðrum flokki. Þið eru efstir að spila flottan bolta með að velta fyrir sér. Ætlið eitthvað að fá einhverja meiri reynslu inn? Ég held að elsti maðurinn liðinu sé 29 ára, Maran og Hilmar. Það eru menn hér á Akranesi sem eru góðum aldri ennþá. Með þetta er Hákon Ingi sem hefur verið mjög spilað bæði fyrir Kára og ég. Horfið eitthvað til þess að leita eitthvað í þessa leikmenn sem hafa spilað áður fyrir seinni hlutann? Nei, við höfum ekki lokað á neina leikmenn upp á Skaga, heimamenn og ekki neina og bara ef menn eru tilbúin að koma þetta á þeim forsendum að æfa og gera þetta 100% þá er hurðin alltaf hjá mér alltaf opinn og okkur í Kára og eins og við bara tvílíkur metnaður, leikmenn eru að æfa 5-6 í viku og þetta er bara gert alvöru og þannig viltu hafa umhverfi í kringu, sérstaklega sem þjálfari, þú vilt hafa umhverfi þannig að þetta sé metnaðarfullt og þú ert að sjá okkur framfarir og bætingar í leikmennum og ef eldri leikmenn vilja koma inn í það konsept þá bara geðvitt og bara styrkir það bara kultúrun og hjálpar okkur yngri leikmenn líka að taka ennþá meiri bætingum sko. En svona aðeins að leiknum í lokin, þetta eru liðin sem eru í toppbaráttu, 2 efstu liðin í dag, hvernig leggið þið leikin upp? Erum við að tala um úrslitaleik hérna eða efsta sætið? Nei, við hugsum þetta þannig hvert verkefni fyrir sig og ég veit að það er leiðilegt en við ætlum bara að spila okkar bolta móti þessu liði, menn þetta liði er að leggja alvöru peninga í sitt lið Víðisliðið, þannig að við þurfum að bera virðingu fyrir verkefninu og við spilum svipað og við höfum verið að gera, svona fyrstu mínútuna förum við lengri sendingar og förum að pressa þær alveg full on pressa og síðan reynum við að búa til eitthvað svæði sem við getum spilað inn í og haldið í boltan og
og það er svona uppleggið. Ég sé okkur fyrirfram í leiknum allavega stjórna þessu leik og í þessu maður í þessu að maður vill að liðið sitt sé að stjórna leiknum og ég held að verði þannig leikur að við verðum mikið með boltan í leiknum og þeir leyfa okkur að hafa hann og reyna að treysta skyndisóknir og ef við töfum boltanum má við reyna að vinna mjög hratt aftur alveg til 90. mínútu þannig að þið fá alveg leik hérna í dag. Glæsilegt. Alexander, þakka þér kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Vel gert hjá okkur. Já, flott viðtal. Já, glæsilegt og þarna fórum náttúrulega bara yfir það verkefni sem Káramenn eru í. Þetta er náttúrulega byggir fyrst og fremst á því að veita þessum yngri leikmönnum tækifæri til þess að brúa þetta bil á milli annarflokks og síðan meistaraflokks ÍA. Það er stórkostlegur munur á öðrum flokki og annars vegar og síðan meistaraflokki. Þetta er ákveðnuleyti önnur íþrótt. Já, algjörlega. Og við erum að sjá, eins og hann nefndi að það eru leikmenn sem voru í fyrra sem að spila stórt hlutverk í liðinu sem að gengur líka gríðarlega vel hjá þeim í ár. Já, og þar meðal sérstaklega Hilmar Elís, maður vil nefna hann að hann kemur einhvern veginn fullmótaður inn í Liði Skagamanna eftir gott tímabil hér í fyrra. Já. En nú ætlum við að fara yfir byrjunarliðin í dag. Byrjum á byrjunarliði gestana. Í markinu og fyrirliði hjá Víðismönnum í dag er nummer 1, Joaquín Kettlun, nummer 2, Bessi Jónsson, nummer 5, Björgvin Freyr Larsson, nummer 6, Paulo Gratton, nummer 9, Markus Máni Jónsson sem er líka markaðasti leikmaður þeirra í ár með 9 mörk, nummer 10, David Toro, nummer 14, Daniel Benítez, nummer 19, Haraldur Smári Ingason, nummer 22, Cameron Mitchell Briggs, nummer 26, Alex Þór Reynisson og nummer 45, Elís Már Gunnarsson. Byrjunarliði Káramanna í dag er í markinu nummer 15, Kristján Hjörvar Sigurkarlsson, nummer 3, Óskar Vasilevski, nummer 4, Tómas Týr Tómasson, nummer 5, Gísli Fannar Ottesen, nummer 8 og fyrirliði í dag, Sigurjón Logi Bergþórsson, nummer 13, Arnór Valur Ágústsson, nummer 17, Máni Berg Ellertsson, nummer 22, Sveinn Svavar Hallgrímsson, nummer 23, Axel Freyr Ívarsson, nummer 29, Þór Lorentz Þórðarsson og nummer 37, Marino Hilmar Ásgeirsson. Og þetta sjáum við í byrjunarliði Kára eins og bara í fyrri leikjum að þarna eru 6 til 7 annarflokksstrákar sem eru í byrjunarliði og það hefur náttúrulega verið bara, það er uppleggið og kjarninn í liðinu. Og á bekknum í dag á gestunum varamarsmaður Jón Garðar Arnarsson nummer 12, nummer 3, Hamed Obafemi Laval, nummer 7, Ísak John Ævarsson, nummer 8, Otto Helgason, nummer 13, Kristján Már Vignisson, nummer 15, Tómas Freyr Jónsson, nummer 21, Abderrahma Akchimu Ben Alilou. Og varamenn á Káramann í dag, nummer 2, Benjamin Mehic, kemur smá óvart hans á bekknum en hann er að koma úr banni, 2 leikja banni. Nummer 9, Hektor Bergmann Garðarsson, nummer 13, Helgi Rapp Bergþórsson, nummer 14, Kolbeinn Tumi Sveinsson, nummer 18, Börgur Bernhard Sigmundsson, nummer 19, Björn Darri Ásmundsson og nummer 23, Kristján Már Marinarsson. Þjálfari Víðismanna er Sveinn Þór Steingrímsson og þjálfarar Káramanna er Andri Júlíusson, Aron Imi Pétursson og Alexander Aron Davorsson. Og eins og kom fram í viðtalinu hérna áðan að þeir náttúrulega þjálfa annan flokkinn líka. Já. Þannig að það er mjög sterk tenging þarna á milli þessara liða. En við erum að fara að horfa á toppslag hér í dag. Þetta eru liðin í efsta sæti, Káramenn, og hins vegar liði í öðru sæti, Víðismenn, og þetta eru þau lið sem menn spáðu að yrðu í toppslagnum ásamt hvað helst Augnabliki. Já. Og það var hann síðasta leikur á Káramönnum mótið Augnablik. Já, Árbæ síðast. Já, síðast var. Já, og það eru bæði sko mjög sterkir sigrar hjá Káramönnum að þeir unnu Árbæ og Augnablik sem eru þau lið sem eru í kringum þau. Þannig að það verið mjög sterkir sigrar. Og síðasta leikur Víðismanna var á móti Augnablik og þeir unnu hann. Þannig að þessi lið eru funheit og ég held að í síðustu leikjum þá er þetta meir og minna allt sigrar hjá báðum þessum liðum. Þannig að þau koma, þannig að þetta getur verið ansi hreint. Þetta er besta sóknin í deildinni, eða næst besta, og hjá Káramönnum og svo besta vörnin í deildinni á Víðismönnum. Þannig að þetta er topp lið og ég held að við bara búast við hörku leik. Já, ég held að það sé óhætt að segja það og núna er komið ansi vel inn í tímabilið þriðju deildar karla og þessi leikir skipta máli og það er alveg ljóst að ég held að það sé alveg ljóst allavega annað hvort þessara liða fari upp deild og ég held að Káramenn horfi mjög til þess því að það væri mjög sterkt fyrir Káraliðið í þessu verkefni sem þeir eru að vinna að vera í annarri deild sem er töluvert sterkari en svo þriðja. En það er erfitt að komast upp úr þessari deild, það hefur sýnt sig.
En liðin eru hér komin inn á og þetta fer alltaf brest á von bráðar. Það er ágætis mæting í höllina. Já. Dómarar leiksins. Já, dómarar í dag eru þeir Guðni Freyr Ingvarsson, Sigurður Gram og Kristoffer Bergmann. Við erum með hérna full manna teymi hjá IA-TV í dag. Heldur betur, alveg útsending í dag. Enda stóra leikur. Já, það er Snorri Kristleifsson á myndavélina fyrir ofan okkur og Ingimar Elvar að stjórna útsendingu. Hér eru fyrirliðarnir. Það er nú, reynslan er ekki sem sagt, helsta vopn Káramanna, ungt lið og elsti leikmaður byrjanliðs Kára og eiginlega langelsti í dag er Marno Hilmar sem er 29 ára gamall. Hann nú ekki, sem er nú kannski ekki mjög gamalt. Nei, en ekki þessar deild allavega. Ekki svona í neðra deildunum allavega. Nei, og hann er svona eiginlega svona með síðustu, eiginlega síðast í svona þessu gamla Kára sem náttúrulega byggði til dæmis, hann er fæddur 1995 og það var ansi öflugur árgangur þar sem spilaði hér lengi, Sverrir Mar og Hákon Ingi og Guðlaugur Þór og Já, það er rauninni bara Marno Hilmar og svo Hilmar Halldórsson sem er liðsstjóri í dag, búinn að vera að koma brjósklós í bakinu. Hilmar náði svona aðeins í endan á þessari, hvað maður segja, gullaldar kynslóð Kára. Já, það Kári var eiginlega í topparöðtíðan. Það var svona, það var hérna svona, já, mikið til byggt á leikmönnum sem, fæddi 92 til svona 96. Já. Og við sáum hér marga líka meistaraflokksleikmenn Skaga sem enduðu hér. Jón Vilhelm kláraði hér fyririnn og Teitur Pétursson og Eggert Kári. Ég ætla nú svo ekki að setja skóna á hilluna fyrir þessa menn, sko, en þeir eru allavega ekki hér í dag. Þá byrjum við með boltan. Það er bara beint upp. Tómas gerir vel. Búin að vera að spila gríðarlega skemmtilegan fótbolta Káramenn sem kannski hefur verið svolítið vantað síðustu ár þegar þeir eru búin að vera svolítið í fallbaráttu. Já. Og þá hefur ekki gerst mikið tækifæri til þess að spila. Nei. En það er alltaf verið mörk samt sem áður. Já, og það hefur verið hitti og það hefur ekki vantað upp á skemmtanagildið. Það hefur ekkert vantað í ár, heldur. Nei. Og Alexander sagði það fyrir leik náttúrulega óhygg að þeir spiluðu skemmtilegastu bolta deildarinnar. Já, bara neðri deildana. Já, neðri deildana bara, þannig að menn hafa svo sannarlega trú á verkefninu. Já. Sjá hérna Máni Berg er að spila hann á miðjunni. Hann hefur líka verið að leysa stöðu vinstri bakverðar. Hann er fæddur árið 2007 og meðan á miðjunni er Tómas Týr Tómasson sem er fæddur 2006. Já, þetta er ekki gamli menn. Nei. Í markinu hjá okkur er maður sem á nú leik í efstu deild. Já. Einn leik. Kristján Hjörvar Sigurkarlsson og ég veit ekki hvort að allir Skagamenn hafa átt að segja tengingu hans, hann er frá Valsar upplægi við Skagan er að hann er Sigurkarlsson, Sigurkveit Gústason sem starfa nú lengi hjá þjálfari hjá IA er pappans. Þannig að það er nú heldur betur sterk Skagatenging, það er ekki tilviljun að hann sé hér. Nei, það er alltaf hægt að finna einhverja tengingu við Skagan. Þór. Erfið sending.
vel. Komast upp kantinn. Það hefur eitthvað verið smá tilfærslur hérna á treyjum Káramanna, það er ekki alveg rétt númer hjá öllum. Nei. Skýrslu eru á bökum þeirra í dag, en það skiptir kannski öllu máli. Varman gerir vel. Þeir seldu náttúrulega alla treyjuna sínar ekki á Kárakvöldinu daginn, þannig að það geti verið að það sé bara restin. ja, restin tekinn fram. Þór, vísending. Þannig Þór Lorenz skoraði hérna hörku góð mörk í sísta leik. Já, eitt alveg rosalegt mark úr aukaspyrnu. Já. Þór er náttúrulega einn af þessu leikmönnum sem eru í raun alltaf góður fyrir þessa deild. Já. Spilaði, þetta sýndist manni vera brot en ekki dæmt. Spilaði með liði Selfoss í fyrstu og annarri deild. Þess þegar að Dín Martin var að þjálfa þar. Akkurat. Óskar svo sem líka. Já, hann spilaði með afturheldingu í fyrstu deild, þannig að hér er alveg menn með reynslu úr efri deildum. Marno Hilmar svo sem líka fór í algjörlega. Ævintýraferðalag í Kórdrengina hérna árið. Já, það var nokkrir skagamenn sem spiluðu þar, Hákon Ingi og Arnleifur Hjörleifsson. Gísli. Með langan. Þessi gerir vel. Gísli Fannar er Hafsend Ottesen. Hann er frændi Ottesen Hafsenda fjölskyldunar. Já, það er ekki verra. Nei. Gerir vel hana. Já, þetta var virkilega öflugt. En ég nefndi hér á Kárakvöldi sem var nú haldið hér í Ískum dögum og það kom svona persónulega ljósa eins og ég oft haldi að Kári er hálfgeitt költ hérna á Akranesi, að þar voru ansi harðir stuðningsmenn Kára. Það var sem meðal annars hægt að kaupa sér treyjur, þar sem margir fjárfestu í eldri treyjum og maður sá það á Skagaleiknum daginn eftir að það hefði margir gert slíkt og maður sá að það voru bara þjóðþekktir einstaklingar hérna mættir í Kára treyju hér á Ískum dögum. Ég fekk nú laumaði mér í gær, ég ætla nú ekki að vera að nefna einhverjar tölur, en það gekk gríðarlega vel sem er mjög mikilvægt fyrir svona klúbb sem að Marno Hilmar, vel varið hjá Hjakuín. Virkilega vel gert þarna hjá Marno. Ekki sá hæst í teignum en gerði þetta vel. Sjáum þetta aftur. Góð bolti hann hjá Arnór Valur. Já, það var greiðlega vel hefnað og gott konsept hjá Káramönnum í fjóraflokki. Já, þetta verður árlegt. Töluðum eftir þetta og ágætis hotspyrna en Sveinn og Þór. Erfið sending Marno Hilmar. Hann vill að menn tali, hann var eins og hann haldið að vera eitthvað fyrir aftan sig. Hann hefði sennilega geta rekið allavega löppin í þetta. Bessi tekur það stutt. Marno pressar. Hjakuín. Arnór gerir vel. Sveinn með erfiða sendingu. Arnór Valur. Arnór missir á honum. Kemur Alex.
Sendra fyrir. Skall kemst fyrir þetta, andur hotspinna. Sjáum hann að Markus Mána framherja Víðismanna. 9 mörk. Útvarsla á sig hérna. Haraldur menn inn í. Hann fær hann aftur hérna. Stín. Koma sér ekki í burtu. Þetta mikill varningur. Marlon Hilmar kemur sér í burtu. Fram. Já. Þessi skiptir yfir. Skot langt utan teiks. Kemur Þór. Sveinn ekki alveg vakandi hérna. Óskar. Arnór Valur með langa bolta upp á Axel sem eldsnöggur. Sendar hann út. Máni missir að honum rétt. Koma Víðismenn. Hálfbolti yfir Óskar og þetta Axel. Alex. Toro. Aftur. Víðismenn halda bara boltanum. Gera þetta vel hana. Máni vinnur vel tilbaka. Spinna. Aðeins í þétt prógram hjá Kára þessa dagana. Þeir eru náttúrulega að spila á mánudaginn við Árbæ. Leikur í dag við Víði og síðan í fótbolta.net bikarnum á miðvikudaginn á móti Magna hér á heimavelli. Já. Hérna eru komin í færi. Marná. Varið. Og fyrir þá sem viti ekki hvað fótbolta.net bikarinn hann frekar nýtt fyrirbæri, byrjaði í fyrra. Það var það svona neðri deilda bikar. Sem sagt fyrir neðan fyrstu deild. Gísli bara burtu með þetta. Og Víðismenn eru náttúrulega mikil bikarhefð þar. Þeir náttúrulega eins og oft hefur verið talað komist í bikarúrslit KSÍ hérna 1900, nú ég ekki alveg með hvort það 89 það bil. Og voru náttúrulega fyrstir til þess að vinna fótbolta.net bikarinn í fyrra. Já. Þannig að það er ansi mikil hefð í garðinum. Já. Kármennum hefur nú gengið ágætlega í þessu bikarkeppnum. Já, heldur betur. Má segja að þessi bikar hafa náttúrulega hafa verið stóri leikir hérna í höllinni. Var það ekki árið sem Víkingur var fyrst bikar
meistari í þessari hreinu sinni Jú, að þeir stóðu hér alveg Þeir þurftu að komast í í gegnum framlengingu. Svo var það hérna á FH, eða var KR sem að koma hérna fyrir 2-3 árum síðan. Já, akkurat. Það var Stóra leikur. jafn leikur líka. Og, já. Og gott þeir, nei, það var þetta upp á móti, það var móti Selfoss sem var ekki hérna árið líka. Þeir held ég að rugla þeir hafa tapað honum, en hvort þeir hafi, var það komist þeir í 16 úrslit í þessum, einhverjum af þessum skiptum, ég man það ekki, en allavega reglulega 32. Já. Háni hundur þess að fram. Arnór Valur gerir vel. Tómas fær hann yfir. Þór. Máni. Léleg sending hérna. Við erum ekki neina staðrindra vittlisar, þannig að það var 1987 sem Já. þeir fóru í byggjúrslit. Gratton. Halda honum vel, Víðismenn. Arnór Valur. Sölda bara menn. Tómas. Gísli senda hann. Bessi gerir vel. Toro. Skot. Kristján gerir vel. Sjáum að það er engin varamarkmaður hjá Káramönnum á bekknum í dag. Nei, það er ekkert verið að eyða pláss í slíkt. Nei. En sá sem hefur verið varamarkmaður undanfari hefur verið þá væntanlega Logi Mar. Já. Sem hefur verið að spila og er að spila með öðrum flokki. Sjáum líka Mikael Hrafn Helgason er líka í liðstjórn, hann er vantilega eitthvað meiddur. Það kemur Marnó Hilmar, gerir vel. Gott færi, vel gert hjá Marino, en nær ekki að stýra honum þarna að marki. Það tegja sig vel í hann. Já. Sjáum þetta hér aftur. Arnór Valur Ágústsson með frábæra sendingu. Missi hann aðeins frá sér hann. Aðeins, en já. Virkilega góð sókn. Marino búinn að eiga 2 bestu færi þessa fyrirháleiks, enn sem komið er. Gísli. Tekur hann niður. Þessi gerir vel. Löng sending hjá Queen. Frábær sending. Markus. Toro. Tómas er að loka fyrir þetta. Það sér hann Logi. Aðeins og stutt fyrir Axel.
Marnó vinnur hann. Þór með á fjær. Ekki nokkuð sending en Marnó búinn að vera virkilega sprækur hérna upphafsmínúndunum. Já. Máni. Sveinn. Þór með. En það er hann ekki. Haraldur. Sveinn. Gísli bara verður með það. Hann treystir sér ekki alveg markmaður Viðismanna að sparka fram, hann hræddur kannski að fara í loftið. Arnór Valur. Sýrón flettur hann fram á Marnó. Tómas gerir vel. Það er einn annar leikur í þriðdeild karla sem er í gangi akkurat núna. Það er Árbær Vangi Júpiters. Hér eru þeir að skalla yfir. Já. Þetta er svolítið svona þrískiptir deild sko. Já, það eru þetta 4 lið sem eiginlega eru allan eins og þannig núna í baráttu í toppartinu og það er Kári Víðir, Augnablik og Árbær. Já. Og það er mjög líklegt að það verði Kári Víðir, Augnablik sem verði að bítast þetta. Svo er KVF Hvíti Riddarinn, Sindri og Vangi Júpiter svolítið að berjast þarna neðst. Já, og aðrir sigla líkna sjó. KVF er náttúrulega eiginlega alveg langneðstir, aðeins með 6 stig. Óskar. Það fer upp í. KVF átti eins og Kári í sína gullöld líka. Já. Og hérna það náttúrulega, ég veit ekki maður, það var að rífast oft rífið upp hér á Akranesi. Það var náttúrulega hansi sárt tapið á móti KVF árið 2014 í fyrstu deildinni. Já. Þeir komst allavega þangað. Og rennur hérna. Já, og þeir eru svolítið að hérna Toro í skoti. Það var einmitt sko haldið, það voru svona öflugir árganga þar sem voru einmitt held ég sko kringum 89, 90. En ef ég man þetta rétt þá ég ætla nú aðeins að fletta upp að já, það vill oft verða býtum nú við. Toro sækir að marki fyrir skotið. Rétt framhjá. Þetta er rétt framhjá.
Það er bara að vera mjög sprækkur. Já, mjög svo og þetta var ansi hreint. Öflugt. Ég hélt reynilega að hann var inni þarna. Þetta er bara sleiki stöngina þarna. En já, það hefur komið eiginlega upp svo mýta og þetta sérstaklega eftir leik síðustu helgar hjá Skaganum með 8-0 á móti HK sem var eitt stærsti sigur í sögu IA. Að það sé alltaf sigur og mikil sæla í kringum Írska daga og Írska dagaleikina, en þessi leikur fyrir áratug síðan móti KV var farið mitt Írski dagaleik. Já, það var ekki. En menn gleyma því og enda viljum við það og ég veit ekki hverju ég rifið til þetta sem er algjörlega fáránlegt. Máni fær hann yfir, stutt. Arnór Valur gerir vel. Ég er búinn að sjá í svona nokkrum leikjum á Kára að þeir eru að klára leikina mjög seint eins og sást í Kópavognum hérna í þar síðustu umferð. Já. Og fyrirgefin Óskar Freynsar ég held að þetta sé mjög nú Kristján Ver þetta er gott færi. Við sem erum búin að vera sterkari hérna fyrstu 25 vel varið samt. Já, það sem ég var náttúrulega að segja ég held að þetta sé búið að vera mjög þörf kynslóðaskipti eins og hann Alexander kom inn á að það væri kynslóðaskipti en búinn að vera svolítið þarft á því núna og það kemur náttúrulega með yngri leikmönnum aðeins betra úthald og þol og klára leikina þegar hinn eru kannski svolítið þreyttir. Og líka eins og hann kom inn á að Káramenn, það áregla eins við náttúrulega Víði en ekki öll inn í deildina. Þau eru náttúrulega að æfa bara eins og liði nánast sko efstu deild sko. Þannig að það er mikill metnaður. Mjög mikill metnaður. Kannski líka eitthvað vottur að svona að þetta eru ungi leikmenn, þeir eru margir á samning hjá IA, meistararkalla og vilja sanna sig. Og ég held að það spilar inn í og menn hafa séð að þessi leið við sjáum það líka bara til dæmis með Guðfinn sem var tekin upp í meistaraflokki og hefur átt góða leiki þar núna. Hann fer fyrst í Kára og fer svo annað, það fær ekki tækifæri, kemur aftur heim í Kára og gengur vel og svo er hann bara orðinn lykilhlekkurinn í því liði sem er bara nánast í Evrópusæti í dag. Já, algjörlega. Og sama má segja með Hlynd Sævar þótt að hann er búinn að vera meiddur en hann var náttúrulega gríðarlega stór partur að fara upp í fyrra. Já. Það var liði ársins. Ekki skrítið að hann skoraði eitthvað 8 mörk. Já, úr hafsætti. Það var nú vissulega einu sinni framherji en framherji sem að skoraði nú lítið. Já. Það var Siggi Jónsson og þetta hefur færa hann aftur. Já, það var vel gert hjá honum. Enda er hann frábær í hafsættastöðunni. Það er rángstæða hér en já. Toro var ekki ekkert vellega sáttur við þessu ákvörðun. Nei. En Toro kom fyrir þessa leiktíð frá Tindastóli og það er merkilegt, ég veit ekki, núna er ég bara að tala út frá tilfinningu. Ég þyrfti að styðja þetta einhverjum gögnum en mér finnst rosalega oft sem Tindastólsmenn hitti á góða erlenda leikmenn sem síðan fara annað. Þannig að þeir eru með eitthvað gott scouting-system. Mjög gott, þeir eru oft með góða spánverja. Já. Sama má segja líka Ísfirðingana, vestramenn. Já. Þeir eru taka oft marga leikmenn og kannski ekki pláss fyrir alla í einu og þá fara þeir annað. Þannig að já, þetta er þetta til dæmis Tindastól, þannig að þeir verið að taka í raun og veru menn eins og Toro uppi með eina deild sko. Þeir eru náttúrulega í 4. deildinni í fyrra. Það var í 4. deildinni í fyrra með Tindastóli og gott ef ekki að sé hérna. Já, þetta sömu sögu má segja Paulo Grattom hérna í Víðisliðinu. Hann er líka komið upphaflega til Tindastóls.
Þannig að Spila. Víðismenn njóta góðs af góðu starfi á góðu starfi í Skagafirðinum. Já. Sveinn Svavar. Þór Máni upp á Marná sem ekki rangstæður. Sendir það fyrir en Joaquín tekur þetta. Fínt spilakafli þarna. Góð sending. Markús. Það er hann aftur. Snöggur hana. Gísli gerir vel. Það margt búið að breytast, ég held að sé eitthvað áratugur síðan þetta svona Kára-verkefni fór almennilega af stað. Margt búið að breytast í íslenski knattspyrnu neðdeildum. Ég var að hugsa til þess að ég var náttúrulega Tindastóll í 4. deildi, það er ekki einu sinni næsta deild út af þegar þeir hófu sína vegferð og komist upp úr 3. deild, ef maður rétt, þá var það neðsta deildin, en núna er það 5. deildin sem er neðst og gott ef við ekki einhver önnur sem kallast, eða er það utan deild? Það er þessi utan deild. Já, þannig að en við erum að sjá líka að það er verið að setja miklu meiri pening í nærdeildina heldur hefur verið áður. Eins og með Árbæ og þessi liða Suðurnesunum eins og við það er. Já, það er ansi, maður sér að það er mikið lagt í liði. Ég meina, það er nú ekki langt síðan að Kári var að spila við Njarðvík hérna í nærdeildunum og þeir eru komnir hátt í 1. deild. Akkurat. Marnón er ekki alltaf sem er ná. Það er eiginlega bara ótrúlegt hvernig þetta Káralið hefur gengið í rauninni. Það er lítið sem engi peningur sem fer í þetta. Þetta er allt bara sjálfboðastarf og í öll þessi ár. Það er náttúrulega mjög virðingavert. Það er mjög virðingavert. Skar gerir vel. Óskar Vasileski búinn að vera mjög mikill drifkraftur í þessu Kára batteri. Hann vill að Káramönnum gangi vel og sjálfsögðu og hann er búinn að vera púsla mörgu saman. Hann er búinn að vera að reka eftir TV að sína leikina og halda það stuðningsmannakvöld og það er mjög jákvætt. Mjög gott að vera með slíka menn innanborðs í svona verkefni. Það er náttúrulega sem er einkennt Kára öll þessi ár, það er liðsildin. Ekkert að sæka það að það sé sundrung í hópnum. Nei, menn kannski, það sést oft inn á vellurum að menn er að láta hvernig hann heyra. En það er nú bara búið þegar að menn lappa inn í búningsklefa. Það er alltaf gaman að vera í Kára. Þessi skiptir yfir. Arnór Valur gerir gríðarlega þannig. Gerir vel. Kemur Axel. Sýr af boltanum. Arnór setur hann allavega niður. Kristján.
Brot. Dómar róa þetta allt saman niður, þetta var svona. Þetta er búið svona heldur róluðu fyrirháleikur hérna í höllinni. Algjörlega sko, en ef ekki með marki í þetta þá held ég að hann að hristast upp í þessu, en ég get alveg trúað því að bæði lið myndi nú alveg sætta sig við 0-0 í jafntefli sko. Ég held að það væri bara mjög gott. Það var ekkert alls slæmt. Þannig að kannski, en hér sjáum við Óskar í baráttunni við Markús en vinnur hana. Þór. Ég mun spá hvort það er vökvavöllum hérna, hann virðist vera eitthvað. Þór liggur eftir. Hann er búinn að vera svolítið meiðslarhrjáður undanfarin ár. Þór Lorenz. Það hefur litað fyrirlina aðeins. En búinn að ná að halda sér tölugur. Hann byrjaði tímabilið meiddur en er búinn að halda sér heilum og er í hörku standi. Mjög mikilvægur fyrir þetta Kára-lið. Það sé nú bara næst elstur í liðinu núna, hann er 1,24 ára. Sigurjón Logi. Já, ef ég með skjátast ekki þá eru bara 4 sem er ekki annarflokks aldrei inn á núna. Það er Sigurjón Logi, Sigurjón Logi, Óskar, Marino og Þór. Hornið. Markús. Axel vinnur hann, gerir vel. Það er að tróða sér eitthvað neðan henni gegn. Þetta er hann fyrir. Þór. Óskar. Svein. Þór skiptir yfir, vel gert. Axel upp á Sigurjón. Gísli reynir sendinguna, gengur ekki. Rámstad. Alex var Rámstad hana. Arnór Valur leitar á sendingunni. Finnur hana bara, vel gert. Svo tekur vel á móti honum. Þór aðeins og föst. Thomas aftur á Þór. Skiptir bara alveg yfir. Kemur Axel. Fyrir utan á. Sigurjón leita fyrir gjöfinni. Pressa hann vel. Thomas. Erfið sending. Haldur kemst inn í hana. Toro setur hann upp í svæði á Markús sem er að halda honum. Óskar gerir vel.
Markus Máni upplagi fylkismaður, spilaði með Árbæ síðan í fyrra. Já. Elliða þar undan. Bæði. Þarna er eitthvað... Markspyrna segir. Markspyrna. Það var erfitt að sjá. Sveinn. Karmen halda boltana bara. Tómas. Finnur Svein. Sveinn finnur hlaupið. En Bessi kemst inn í þetta. Já, ansi öflugur. Þór reynir við hann en bara markspyrna. Ekkert á þetta, segir dómarinn. Bessi er búinn að vera öflugur í vörninni og er einmitt frekar reynslu mikill leikmaður og hefur meðal annars spilað í aðeins. Hann spilaði meðal annars í Njarðvík, Gróttu og Víking Ó. Já. Spyrna fram. Gerir vel. Við sáum hann á miðunni, það kemur Toro. Sveinn vinnur hann. Og skal setja hann bara niður. Það er hann aftur. Þór fer fram hjá Haraldi. Gerir þetta vel, Tómas Týr. Reynir að færa hann yfir en gengur ekki upp. Gratton tekur hann niður en Tómas vinnur hann. Fær eitthvað stundina. Bessi spilaði með Víking Ó þegar það var mikil innreið skagamanna þar inn þegar Hlynur Sævar, Marteinn Teodós og Guðfinnur Þór voru allir þar á sama tíma. Fór á láni. Já. Frá IA. Sækja sér reynslu. Já. Það er skilað sækillega. Már. Maran og fellur við. Verðist vera brot. Getum við séð þetta aftur. Þarna svona... Góð sending hjá Arnór Valur. Já. Já. Og ég verð líka aðeins að kommenta á staðsetningu dómarana sem er ansi lengi að skila sér þarna. Já. Hann er alveg afskaplega langt frá þessu, hann er ekki vonað að hann sjáu þetta. Nei. En svona í fyrstu virðist þetta að vera brot. Þetta lítur þá alltaf að vera hotspyrna. Eða hvað dæmir hann? Lítið aftur eða þessum fyrrháleik sem er búinn að vera rólegur. Marno. Jú, stendur upp. Já, já. Það er bara hotspyrna. Hann er sár og svektur yfir þessu. Hann tilur hafa verið bortið á sér. Við sjáum að Máni Berg er að taka hotspyrnunar. Ég er nú veist sem að Þór Lórens er ekki sérlega sáttur við það. Kemur spyrnan. Góður bolti. Endar hjá Sigurjón Loga. Heldur honum. Fellur við. Kemur Marno og fellur líka við. Hann fær þetta enda á sögustunni. Þetta er bara rétt. Þetta er rétt. Það er nú eitthvað pirraður eftir þetta á hann. Já, já. Já, já, þetta er bara út á Marno. Marno liggur bara þarna í. Ekki sáttur.
Kom fram, Óskar. Gerir vel. Máni Berg. Opnum dettur, fer í Sigurjón Loga. Galopið hérna, kemur skotið. Rétt fram hjá. Þeir vilja meina þessu hotspinna. Nei, Sko, þeir voru ósammála já, þarna. ég verð bara, ég ætla ekki að fara í þetta. Dómarinn er ekki eins og í mynd, hérna, sko. Nei, þetta, Hann verður að fara að staðsetja sig nær. það var bara línuvörður sem að dæmdi þetta. Já. Hann gerir það vel. Kristján. Hátt. Marino kemur í pressuna. Kín setur hann upp. Það er Óskar. Þór gerir vel. Virkilega. Marino missir hann. Er hann yfir. Tóró. Samja Tómasi. Axel. Fyrir að stað. Brot. Þór einni hinum megin. Tekur hann niður. Sér hlaupið á Sigurjón Loga. Fín bolti, þetta er hotspinna. Þetta er hotspinna. Þetta var, Ok, já. virtist vera. En Sjáum við aftur hérna. Fín bolti. Já, hann kemur við hann. Þetta er hotspinna. Stundið í hálfleik. Hann er ekki mikið þess að bæta við í þennan leik. Marino setur hann áfram á Sigurjón Loga. Missir hann. Marino æðir í hann er á. Já, Marino þarf að fara að passa sig hérna. Já, Hann er orðinn eitthvað. fær guldspjald. Já, ég veist það kannski svolítið. En hann er búinn að brjóta einu sinni af sér áður. Þannig að Já, sambarlegt brot. Þannig að þetta er ekki fyrsta brot, það er ekki rétt hjá já, Marino, þetta er ef ég annað. þekki- Og ég þekki hann líka rétt á hann er búinn að vera að tuða í dómarum allan leikinn. Hann hafði ekki hjálpað honum. Nei, Þannig að nú verður bara Marino að róa sig. Hann á það til að, ég held að Marino þurfa að komast inn í hálfleiki bara. já, og hann verður núna líka að stoppa tuðið. Þór pressa vel. Gratton flytur hann fram. Gísli skilur hann bara út. Hversu miklu bætt við hérna? Það hlýtur bara í varla meira 2 mínútum. Ég man ekki eftir neitt 2 við þessum leik. Óskar. Hálfleikur. Já. Hálfleikur 0-0. Svona fremur tíðindalítill hálfleikur. Já. Það Marino átti þarna 2 ágætt færi fyrir Kára og Paulo Gratton átti besta færi leiksins þegar hann átti skot innan teiks sem slikti stöngina. En að öðru leyti hefur verið fátt fína drætti í raun fyrir hálfleik. Við sáum það líka ennum daginn þegar að Kári IH var og það var mjög rólegur fyrir hálfleikurinn en seinni hálfleikurinn var algjör skemmtun. Já, þannig að við vonum eftir því, þannig að við sjáumst eftir kortir eða svo. Já.
Já, við erum velkomin aftur í Akraneshöllina. Ég leik Kára og Víðis í 3. deild karla. Toppslagur, akkurat það sem ég var að hugsa. Það eru leikur hjá meistaraflokki kvenna IA á Seltjarnarnesi við Gróttu í 1. deild kvenna. Staðan þar er 2-2 í hálfleik. Það lentu 1-0 undir eftir 34 mínútur. Jöfnuðu svo á 38. Það var Giuliana Marie Paoletti sem skoraði. Svo var það Erna Björt sem kom þeim yfir mínútu seinna á 39. mínútu. En það er Gróttu stelpur jöfnuðu svo 2-2 og þannig stenda stöður í hálfleik. Það eru búin að vera á flottu flugi. Já. Það er standan og þetta er líka hann að toppslagur í rauninni þar. Algjörlega. Náttúrulega Fjarðabyggð, mitt annað heimili að stinga af þarna í þessari deild og eru þá sennilega koma upp í úrvalsdeild það í fyrsta sinn. Já. Síðan er þetta Afturhelding og Grótta og IA sem eru þarna á HK jafnvel. Þetta er þéttur pakki í raun. Þetta er mjög, það er eiga þegar þetta er komið inn þá er þetta eiga 3 stig í Afturheldingu eins og staðan er núna í þetta annað seti. Já, það er þurfti helst að vinna til þess að svona út af Afturhelding einmitt, já, eru svona, það eru komnar í þægilegast, nei, það er eiga leik á það líka, náttúrulega, já. Já, þetta er allt í járnum. Já, seinni hálfleikur hafinn hérna. Enga breytingar. Nei. Haus. Þetta var Sveinn. Já, þetta er ekki góð byrjun hérna á leiknum. Ég held að sé nú í lagi með hann. Jú, allt í standi. Já. Sveinn Svavar kemur úr Borgarfirðinum. Það er Borgarfirðinu og Borgarnes hefur verið skamin í gjöful. Sameinuðu lið bara hérna strax í örugglega 4. flokki. Já. Og er búinn að hann kom hérna í fyrra, var spilað með Kára fyrst í fyrra. Vissi enginn hver það var og það var bara hörku spilari. Axel Máni. Línu Sævar náttúrulega, Borgarnes og er ekki Hilmar Elís líka og Brynjar Snær hefur nú komin í HK og þetta er heyrðu nú mig. Maran og Hilmar fer fram hjá markmannunum en engin með honum. Já, fín sókn. Algjörlega. Bessi er eitthvað Nei. Máni Hárbolti Tómas Týr missar hann út af. Tómas vinnur hann, Káramenn eiga þennan bolta. Þór, aftur og Arnór. Sveinn Svavar, gerir ekki vel. Arnór Valur sér hlaupið. En ekki nóg fastur. Tómas fleygir sér í þetta. Brot. Toro. Virkuinn
Hann aftur. Axel eftir hann. Gísli gerir vel. Gratton. Óskar kallar í burtu. Þór framlengir. Sigurjón Logi setur pressuna. Óskar missir af honum eiginlega. Marino. Sigurjón Logi. Kemst fram fyrir Bessa. Menn í bóksinu. Þór lætur að fara. Marino Hilmar! Rosalega smekklegt! 1-0 Kári. Þetta var það sem við vorum að kalla eftir. Já, þetta var svo smekklegt. Frábær sókn. Og það sem við sjáum það hérna. Sigurjón Logi. Það sem Þór gerir hér að leyfa boltanum að fara náttúrulega beint á Marino. Þeir eru eitthvað ásáttu við Marino og Hilmar. Ég fagnaði eitthvað aðeins svo mikið hérna. En það er bara gott. Hvað gerir hann, segirðu? Hann var eitthvað að benda á Marino og hann hefði verið í andlitið á einhverjum? Já. Smá stælar, það er allt í lagi. Axel farin í hendina. Hendi, en Tómas Týr. Já, þetta. Það er komin andi í Kára-liðið. Það er ekki hægt að segja annað. Það hefur verið eldraði en upp í Vallarhúsi í hálfleik. En það er eitt sem ég verð að segja hérna. Nú er búinn að fylgjast með Kára og hérna. Þessi fór ekki. Nú, heyrðu, hann fór í. En jæja, áfram með leikinn. Já, þú ert búinn að fylgjast með Kára leiki. Já, ég ætlaði bara að segja og það er búið að vera náttúrulega mikið á yngri mönnum í liðinu oft og svona. En það ruglið mér, eru þessi menn svona í betra standi heldur en oft þegar menn eru að koma upp. Mér finnst eiginlega þetta svona, þeir eru út af margir þessi strákar eru bara 17-18 ára. Þeir eru svona ansi kröftulega vaxnir, sko. Já, það er einmitt það. Þú þorir að segja það, en ég held að það sé einmitt það, sko. Það var Tómas Týr, Tómasson, Axel, gríðarlega. Þetta var vel gert. Já, eins og Tómas er náttúrulega bara 18 ára og henni er hérna bara eins og það sé 30 miðjumaður sem er búinn að vera sér deild í 10-15 ár. Sko. Já, akkurat. Þetta er út af því að maður man oft eftir því þegar leikmenn voru að koma inn í liðið 17-18 ára. Já. Þá sá maður alveg, sumir voru með gæði vissulega en þeir voru einhvern veginn ekki tilbúnir í að keppa á móti fullorðnum mönnum. En maður sér einhvern veginn engan mun í raun og veru hér. Ég held að það sé líka búinn að vera bara hérna. Það er virkilega gott færi hérna sem við sjáum aftur. Hvað segirðu? Þetta er búið að vera líka, þú veist, að þetta er búið að vera núna ágætlega lengi. Það verkefni sem þetta Kára projekti sem maður getur sagt. Það er búið að byrja að vera pæla þess fyrr í að það þarf að undirbúa menn líkamlega líka, ekki bara tæknilega séð. Akkurat. Þá þurfa menn að vera aðeins líkamlega sterkari því að annars verður maður bara undir og það er ekki þetta að vera, það er erfiðar að fara að reyna rétt og úr þeirri skútu þegar maður er kominn á þennan stað. Já, akkurat. Og það er líka búið að vera bara massíft prógram hjá Kára-liðinu í vetur að þeir eru allir hérna bara í gríðarlega góðu formi. Við sáum það á Marino og Hilmari hérna á Kára-kvöldinu þegar hann var að selja treyjur. Koma Viðismenn, sending fyrir. Þetta er þá
4. markið hans Maranós í sumar. Hvað á hann mest? Hann átti hér mjög gott tímabil fyrir nokkrum árum ef mann rétt og 7. Já, 7 mest hjá honum á einu tímabili. En hann hefur náttúrulega ekki alltaf spilað sem framherji sko. Nei. Hann er oft á kantinum og Þeir fagna öllu fagna hérna eins og marki. já. Það er gaman að sjá. En ef stigin standa svona þá eru Káramenn að fara í 4. stiga forskoti á toppnum. Ef að leikar enda svona. Já, meira, 5. Ekki? Jú, það er rétt, það er 5. Það væri náttúrulega mjög þægileg staða þegar við erum komin Við erum núna að byrja seinni umferðina. Maranó fer bara af stað. En Bessi gerir vel. Maranó er á gulspjaldi. Og það vita þeir sem hafa séð Kára lengi. Maranó hæfileikar ykkur líkmaður en hans helst á ókostunum vellinum er að skapið getur hlaupið með hann í Gunnur og hann er á gulu spjaldi og það er bara stundum hættulegt. Já, og þeir hafa nú ekki efni á því að missa hann. Nei. Þór fellinu Bergspinnu. Já, það var nú bara hérna þegar að liðin áttust við á síðast tímabili hérna í höllinni. Þá fekk Maranó Hilmar rautt spjald. Já. Og hann hefur fengið fleiri en 1. Já. En við vonum nú að það verði ekki staðan í dag. Nei. Já. Hann á 61 spjald í 188 leikjum. Já. Spjald í 3. hverjum leik. Já, við vorum að tala þjálfara Káramanna Alexander Aron Davíðsson átti líka rosalega tölfræði með spjöld. Já, þannig að það eru margir Ég held að Andri Júlíusson Andri Júlíusson líka, þannig að það eru margir sem eiga hér einhvað safna spjöldum. Sektasjóðurinn hjá Kármönnum hefur alltaf lifað vel. Já, hann er drjúgur. Arnór setur með Maranó skilur hann eftir fyrir Sigurjón Loga, gerir vel. Sigurjón er með Þór með sér. Maranó er í bóksinu. Sigurjón fyrir skotið. Ágætis skot. Sjáum þetta þurr. Sigurjón Logi nú bara skoðað 4 mörk í sumar. Og er þeir markaðistir? Já, ásamt. Nei, það er Hector Bergman, hann er með 6. Já, hann hefur ekki langt að sækja markanefið. Garðar Bergman náttúrulega, það er hans. Þeir náðu nú leik saman, allavega, ég veit ekki hvort það voru fleiri en einn, en einhverju leik náðu þeir saman með Kára. Kemur Máni, fellur við. Þetta er bara rétt, ég held að hann er nú ná boltanum hann. Já, herru, hérna, Bessi ítir eitthvað við honum hann. Nú, óþarfi. Hitti. Kannski sjáum þetta. Tómas reynir með boltan, gengur ekki. Toro skotið í hátt yfir
Sjáum þetta aftur. Máni, já, hann tekur boltan þarna en Bessi kemur hérna á. Já, ég skil nú ekki alveg hvað það er. Það var nú engin leikaraskapur í þessu. Giftingi í vændum hjá Káramönnum. Já. Það er Gísli Freyr Ottesen sem er að koma á velli. Benjamin Mihic kemur inn á. Gísli er virkilega flottur í dag. Þessum ekki búinn að byrja marga leiki í sumar. Þá hækka meðalaldurinn aðeins inn á vellinum, en þó ekki mikið. Benjamin er fæddur 2001. En einn af þessum mönnum sem fáum mönnum sem eru ekki á annarflokksaldri. Nei. Á leiki með Skaganum. Jú. Undir þegar Jói Kalli var þar, þá hvort það var 2021 eða svo. Já, 21. 4 leikir, nei, hvað? 20. 5. Nei, 20 fyrst. Í efstu deild. 20, já. 4 leikir þá, já. Hann er öflugur. Gratton. Tómas vinnur hann. Virkuðinn. Arnór gerir vel. Lítið á þetta. Já, en það er komin smá hiti. Það verður að segja eftir þessu hvað verður. Við fögnum því nú bara. Já, eins og oft við nefndum hér að það verður oft hiti hérna. Já. Í höllinni, í karleikjum. Aukaspyrna svona hálf, kannski leiðilegum stað. En ekki nú nálægt fyrir skot og er einhvern veginn á miðjum vellinum, þannig að það er spurning, en hann vantar að setja þetta fyrir. Já, þetta var nú ekki góð sending. Nei. Þannig að koma honum fyrir. Já, það er bara að fara á kraft í allt. Þetta og hérna koma Káramenn. Allt opið hinum megin. Marno. En Björgvin gerir vel. Boltinn enda samt hjá Sigurjón Logi. Þetta sveikan þarna seinna touchið allt svakalega. Missir hann. Þarna hefðu menn átt að fara betur að ráðu sínu. Sveinn Svavar. Sjáum þetta aftur. Það færi. Þór kom honum upp á Marno Hilmar. Boltinn hefði nú örlítið fastari þarna. Já. En hann hefði boltanum. En þarna algjörlega. Já, þungt touch þarna. Nei, gerir vel. Sigurjón Logi. Það kom eitthvað smá pat þarna, en það blessast allt. Tóró. Björgvin vildi hafa. Óskar. Tóró. Fyrsta. Góð sending. Virkilega. Sveinn Svavar vinnur þarna. Þá kemur Markus. Kristján. Ver vel. Það var ágætt í sókn. Já. Ekkert á þetta var bara vel gert. Já, fer hann í Óskar síns mér. Það var að færast meira lífi í þetta heldur en fyrir áleik. Já, hálftíma eftir eða svo.
Mér sýnist Káramenn vera undirbúa aðra Skiptingu. bolti fyrir Þór vinnur hann fagnar þessu innilega þá kemur önnur skipting hjá Káramönnum Og hvað erum við að fara? Nei, það er bara einföld. já Hver Sigrún Logi að fara út af og inn á kemur. Börgur Bernharð Já. Þetta er áhugaverð skipting kannski er hann Mér fannst eins og búinn að vera eitthvað tæpur eða svo Mér fannst eins og hann væri pínu þreyttur hérna áðan, rétt áðan, en þá fær Marn og Hilmar bandið það er svo komin á að leika. Það er búið þétt prógram, það er 2 leikir þessari viku og stutt í næsta leik á miðvikudaginn, Fótbolta.net bikarnum, og ég held að Kári horfir út úr þess að þeir væri nú ekki leiðilegt ef þeir myndu fá einn úrslitaleik á Laugardalsvelli að komast út að þeir eru í 16 úrslitum núna, 8 lega úrslit verið vinna á Magna og þá er nú ekki löng leið eftir. Nei. Já, þeir mæta sér Magna Greinivík hér í höllinni næstu miðvikudag í Fótbolta.net bikarnum. Genangstað, bolti fyrir Kristján grípur hann Kristján ekkert að flýta sér setur hann bara upp á Örfættur. Marri þess ekki Börkur Thomas setur pressuna Björgvin fær hann upp í horn setur hann fyrir Þetta er stórkostlegt mark. 1-1 Gríðarlega flott. Það var Haraldur Óverjandi fyrir Kristján, sýndist mér. Haraldur Smári Ingason sem að jafnaði metin. Smellhýtur hann. Fer líklegast í Nú. Svein Svavar hann á leiðin inn. Ok. Getum við sjáum þetta kannski einu sinni eftir. Þór Axel Þá er allt jafnt aftur og rúmlega 20 mínútur eftir. Nei, Þór Tómas út á Svein Káramenn halda boltanum aðeins Víðismenn er að gera sér klára að gera skiptingu Benni út á Svein hann sé hlaupið hjá Mána Máni gerir vel þetta er gott færi þetta var tæft Já. Gratton upp á Axel Alexi sá er snöggur það fyrir gegnum pakkan Hér er þetta alveg markan á milli þessa stundina. Máni drífur ekki út á Axel sem er orðinn svolítið þreyttur finnst mér Gratton fer bara í skotið Þú ætla að sjá aftur sjá mark markið Víðismanna.
Á hann hérna viðkomið boltinn í Svenni? Ég sá það ekki alveg. Nei. En hann allána, þetta var óverjandi. Já. Björgvin missir á honum en vinnur samt. Máni, Börkur. Komur á. Gerir þetta mjög vel. Alex setur hann fyrir. Benni gerir vel. Axel. Ekki að tala saman alveg hana. Björgvin missir á honum. Arnór Valur skiptir yfir. Haraldur nær að trufla Þór. Stofur ekki upp í. Óskar. Máni. Róa dans niður. Tómas. Út á Svein. Fýtt bolti. Ekki eins þannig. Svolítið misjafnar sendingar núna. Já. Menn virðast vera orðnir pínuþreytir. Já. Þá þarf ekki að beitingu. En Káramenn eiga bara 1 stopp eftir. Þannig að það þarf að nýta það vel. Cameron. Alex. Arnór Valur nær að stýra út af. Þá gera Víðismenn skiptingu. Það fyrir Alex út af. Það var Haraldur sem skoraði Smári fyrir. Já, við verðum náttúrulega óskoðum til hamingju með fyrsta meistaraflokks markið. Já. Það er stór áfangi. Og það er það Alex Þór Reynisson sem fer á velli og inn á kemur Númer 7 Ísak John Ævarsson. Já. Máni. Benni. Erfið sending. Já. Hann kemur Toro enn og aftur skýtur Toro himinn hátt yfir. Hann er búinn að eiga 2 svona skot núna í leiknum. Eða 3 jafnvel. 3 jafnvel. Já. En manni þykir mómentið svolítið vera með Víðismönnum þessa stundina. Já. Stján. Börkur. Gerir vel. Setur hann reynir að færa nefnir en Haraldur. Kemur Gratton. Og Toro. Halda boltanum vel. Þessi með sending á Björgvin, hann skilur hann eftir. Boltinn fyrir en beint á Arnór Val. Marnó tekur hann með sér. Þóru með honum. Setur hann aftur yfir á Marnó Hilmar. Marnó. Þór.
Tómas. Sem Axel alveg búinn á því sem mér. Já, hann virðist alveg búinn. Benni gerir vel. Þannig að ég hugsa að við sjáum fljótlega skiptingu hjá Káramönnum. Þannig að það eru 2 hlendur á stað að hitta. Hector búinn að vera að hitta allan seinni hálfleikinn. Hann ætlar að inn á. Hann ætlar inn á. 15 mínútur eftir eða svo. Joaquín með erfiða sendingu. Björgvin. Óskar tekur hann bara niður. Og Tómas. Og Benna. Markus setur pressuna að Benna. Koma Víðismenn. Markus. Rangur. Það er búið að vera svona pínu bras í vörðinni núna síðustu mínútur varandi bara sendingar. Missa boltan. Arnór. Börkur aftur á Arnór. Hann setur Marino í gegn. Hann er ekki rangur en sendingin ekki nægilega góð. Þór vinnur hann. Þór missa hann aðeins svo langt frá sér. Þetta hlýtur bara að vera gult spjald. Og þetta er á stór hættulegu stað fyrir Þór Lorenz. Já, hann er búinn að eiga góða spinnur. Þetta er á svipuðum stað og hann skoraði í síðasta leik. Já. Allt eftir bókinni. Og já, ég held að það sé bara hægt að segja það. Við fáum skot frá Þór. Já. Þetta er ekki búist við neinu öðru. Nei. Það var það Þór Lorenz. Íslána. Þetta er ekki búið. Tómas. Það er ekki komin og þá koma Víðismenn. Þetta var Markus. Þessi bolti er snúningur á honum. Gratton. Greiða þennan Víðismenn. Sjáum þessu aukaspyrnu aftur. Smellir. Boltinn smellir í sláni. Kamrón. Þetta var Björgvin. Aleinn þarna. Þetta er endur á Kristjáni. Kristján finnur engan. Hann sendur hann bara niður. Benni. Toro. Þetta er að ganga ansi vel hjá Víðismönnum núna. Koma sér hér upp vængina. Já. Kemur Toro með hornið.
Þetta er Nei, Þór Loren sem að stekkur á hann. Þór aftur. Kristján gerir vel. ég held að við skjáttist ekki en það hef ekki komið mikið úr föstum leikatriðum hjá Víðismönnum hér í dag. Nei. Það hefur svona verið Börkur. Þessi. hér er allt gal. Nei, rángstaður. Úf, þetta. Þetta var tæft held ég. Já. Það er skiptingar. Báðum. Bæði hjá Víðismönnum og þeir ætla bara að senda inn á í viðbútt Káramenn. Já, það er Hector Bergmann Já, fyrir Þór Lorentz. já, þetta kemur mjög á það eins og við höfum talað um hér þá virðist eins og Axel sé orðinn mjög lúinn hér á vinstri Já. kantinum en Það var líka breyting hjá Víðismönnum, það var það ekki leikmaður númer 21 sem kom inn á. Það var hann tók Harald vantarlega út af Nei, spjöld. Haraldur Nei, fór hér upp á hann- miðjuna Já, og, komur í 5 manna vörn. já, og hann var hérna þeir hafa sannlega gert tvöfaldabreytingu eða hvað. Ísak. Henni Ég held að það hafi bara verið ein. Já, ok. Nei, leikmaður nummer 3, Hamed Obafemi Laval sem kom inn á. Sem er að spila sem fyrsta leik í sumar. Já, Öflugur leikmaður. já. Þeir virðist vera eins og sér með að Marinov farið þá aðeins neðar inn á miðjuna. Sveinn vinnur hann. Svo Laval hann á sprettinum. Þetta er marktilraun bara. Og Arnór Valur. Sér hlaupið. Börkur. Já, hann dæmdur rangstæður. En leikur endur áfram. Kín. Ísak vinnur hann. Benni niður á Kristján. Út á Svein. Toro í baki á honum. Markspyrna. Það er lítið eftir þessum leik. Ég held að bæði lið myndu vinna þessari niðurstöðu en ég held að það sé svo sem bæði að sækja sigurinn einnig. Já. Máni. Sér hlaupi á Börkur. Aftur rangstæður. Já. Það er röð. Benni gerir vel. Marino. Hector nær honum. Fyrst að Björgvin sækir að honum. Björgvin gerir vel.
galoppi núna. Já. Kemur Markus. Sveinn Svavar. Tómas gera vel. En þá Axel hænga sér. Það rúmar 5 mínútur eftir þessum leik. Pluss uppbót. Börkur. Kameran gerir vel. Mögulega hendi. Mér fannst þetta að vera hendi. En Haraldur mjög fastur bolti. Óskar. Yfir á Arnór Val. Benni gerir vel. Sendir hann á engan. Misskilningur í gangi hérna. Marri vinnur hann vel. Hafla Val. Þetta einhver tækling. Val fer í Marnó. Já, fer í Marnó. virðist allt vera en vera allt jafnt á Seltjarnarnesi. Já. Í að Gróta, fyrstu kvenna. Óskar. Langur bolti. Bessi á Hakín. Sveinn nær honum. Máni. Marno Hilmar á Hector. Þetta á Axel. Axel setur hann framhjá. Já, já. Ágæti sókn hana. Sér smá þreyta að segja til síðan í skotunum. Já. Þessi Börkur var hansi fríð þarna í degnum, sko. Já. Alveg mátt leggja út á hann. Ísak kemur upp með boltan. Óskar gerir vel. Óskar á Hector. Marno missir hann. Björgvin. Út í teginn. Toro rétt framhjá. Rétt framhjá. Annað skipti í leiknum sem hann bara sleiki stöngina á Toro. Þetta munar ekki miklu þarna. Nei. Þá kemur Sveinn. Káramann eða þennan. Já, 2 mínútur eftir. Aftar segir hann. 3-2 fyrir Gróttu. Á móti IA í fyrstu deild kvenna. Þegar 5 mínútur eftir eru þar. Ekki gott. Ekki gott. En lítið eftir þessum leik. Já. Kannski að fara að velja mann leiksins eða svo. Káramann? Já. Já, það góð spurning. Erfitt. Það erfitt val, sko. Svona, já.
Mitt atkvæði fer hérna á manni með bolta núna, Arnór Val Ágústsson. Ekki bara. Mjög flottur og í vinstri bakvörðunum. Við gefum honum þetta bara. Gefum Arnór Valur Ágústsson, sonur Gústaf Vals. Hann er búinn að koma vel inn í þetta lið, búinn að leysa 3-4 stöður í þessu liði hérna í sumar. Já, og gera það bara vel. Mjög efnilegur leikmaður sem ekkert ósennilegt að við sjáum í meistaraflokki í innan einhverja Unglingalandsliðsmaður og Unglingalandsliðsmaður og Gaur. Skar, mikilvægt. Marlon Hilmar kloppar Toro hana. Sendir Hector Bergman. Ekki rangstæðar. Hector inn í Börkur Bernhard. Missir þetta var árum. ótrúlegt. Þetta var eina sem það þurfti að gera þarna var að reka tánni í hann. Axel gerir vel. Kemur Marno vinnur það. Þetta er vítaspyrna. Og fær dæmt á þessu aukaspyrnu. Býttu nú við. Þetta virtist vera. Þetta er eiginlega hálf ótrúlegt. Já, við þurfum að sjá þetta aftur. En nú koma víðismenn. Og það er Benjamin Mehits. Ef það væri mögulegt kannski að sjá þetta eftir örlítið hægar. Toro. Ekkert á þetta. Nei. Það er ekkert á þetta. Jú, hann dæmir á þetta. Ok. Getum við séð þetta hér. Hérna Marno kemur kemst bara fyrir hann. Svo sem ekkert verið endilega að biðja vítaspyrnu. Hann heldur bara boltanum. Hann heldur boltanum allavega. Ég er einmitt sammála. Kannski var þetta sannlega ekki brot. Það er allavega nokkuð ljóst. Spjald svo. En það er spurning hvort að hefði ekki mátt bara hann hefði mátt lefa leiknum að halda áfram. Já, svo kemur aukaspyrnan hérna. Þetta er brot. Ég held að bara hann hefði bara upp að skiptin haft rétt fyrir sér. Svo hérna er færið. Þetta er ótrúlegt. Þetta vinstri löppina drengur. Ég nota nákvæmlega. Nú kemur boltinn. Þetta er bara mark teigan á milli hérna núna. Já, þetta er hitt í þessu núna. En við hrósum dómarunum. Ég held að þetta er bara sennilega verið rétt í honum. Allt saman. Þarna var ég nokkuð vissum að Marlon Hilmar var að fara að sækja sér í annan gulu spjald fyrir Tuð. Tuð, já. Það var ekki. Kemur Toro með enn eina hotspyrnuna. Og hún er arfaslögg. Máni bara að hreinsa þetta. Hvað heldur við séum að sjá? 3 mínútur? Já. Ekki. Það sé svona mínútur eftir þessu leik. Og líka nokkra skiptingar. Já. 6 stopp. Og það er ekki talað svona hálf mínútu stopp? Jú. 2 mörk. Já, kannski eru að sjá 4, mesta lagi. Sveinn. Marno Hilmar. Kom honum yfir. Máni á Axel. Axel heldur honum ennþá. Gerir vel. Sveinn Svavar. Þeir vilja fá boltan inn í. Axel missir hann. Tómas Týr í skotið. Ágættist tilraun. Já, en þá koma víðismenn. Boltinn upp í. Í Rjáfur. Nei! Hann fór upp í. Er það? Hann Ok. fór upp í. Jæja. Já. Arnór upp í horn á Börk. Með Cameron. Þetta er innkast. Og sennilega svona erum við hérna í síðustu sókn leiksins. Það var að taka það langt. Nei, ég held að það var bara. Þetta er þreytulega sendingar hjá honum Axel. Já, hann er alveg búinn. Þá kemur Sveinn. Hann á nóg eftir. Sveinn Svavar. Frutan á Laval. Settur fyrir. Það er engin. En hvað er hér? Það eru Toro áramenn með ansi fáa tilbaka. á Ísak. Og þar er Óskar en Ísak kemst fram hjá honum. Sendur það fyrir og þar er Tómas Týr og boltinn endar. Já. Já, þetta. Káramenn aðeins að leika sér að
eldinum hana. Arnór Valur. Þetta bara Laval, en Sveinn vinnur setja boltan á Marno Hilmar. Ég hugsa að þetta sé að renna sitt skeið, já, hann kom með flautuna upp í sig. Já, flautar dómarinn legginn af. Staðan Kári 1, Víðir 1, Marno Hilmar og með mark Káramanna og Haraldur Smári með mark Víðismanna. Hugsa bæði lið séu bara sátt að halda þessari stöðu sem þau eru með í deildinni. Hvort lið Káramenn hefðu nú getað stungið svolítið af með sigri hér í dag, en þetta eru prýðilega úrslit og sanngjarn í raun. Þetta var svona nokkuð jafn leikur. Sjá mörkin. Já. Það kemur Káramanna. Það var flott mark sem Marno Hilmar skoraði. Killa smæklegt. Svo er það mark Víðismanna. Mjög flott. Mjög flott. Jafnleikur. Algjörlega jafnleikur og þessi lið halda stöðu sinni í deildinni. Þau eru komin, ég man nú ekki hvernig þetta er, en þau eru alveg nokkrum stigum frá liðinu í 3. sæti. Já, þeir fara, Kári fer upp í 27 stig og Víðir upp í 25 og Augnablik er í 3. sæti með 21 stig, þannig að það eru Kári er með 6 stiga fórstu á Augnablik sem er í 3. sæti. Já. Við fyrir bara að segja þetta gott hérna úr Akranesvellinum í dag. Auðun Díak. Ég heiti Björn Þór og með okkur í dag var Ingimar Elfars stjórnaði útsendingu og Snorri Kristleson var á vélinni. Já. Við sjáum okkur vonandi mögulega næstu viku í fótbolta.net byggarnum. En annars komið í ljós. En annars bara takk fyrir okkur í dag og liðið heil.